Benedikt Rúnar Guðmundsson. Benni, á brotlendingi síðasta leik á móti þínu gamlu félögum í KR. Það eru aðri gamli félagar sem komu í heimsókn núna í höllina á föstudagskvöldi, það eru Þórsar og Þorlákshöfn. Hvernig leggst það verkefnið í? Bara vel eins og alla leiki, bara gaman að mæta þeim. Maður var hérna í 5 ár og góði tímar og marga vinni hérna og með lögheimili hérna í Þorlákshöfn og þannig að þetta verður bara gaman. Þetta er náttúrulega lið sem er með handbragð Benedikt Guðmundsson, þannig að þú ert búinn að móta þetta pínu til, þannig að þú ættir að vita nokkuð hvernig þú ættir að leggja leikinu. Já, maður þekkir leikmennina nokkuð vel eftir eins og ég segi 5 ár og svo er hérna með nýja stráka hérna eins og Magic og Óla Helga frá Njarðvík. Frábæran Kana sem búinn að vera bara stórkostlegur í vetur eins og undanfarin ár með Hetti. Þannig og þeir spila vel saman og svo eru þeir með Tobin hann sem tekur og skarið þegar á þarf að halda. Og þeir eru bara duglegir, þetta er strákar sem leggja mikið á sig og vinnusamir, þannig að þeir gefa sér bara 100% í öll verkefni. Og það er náttúrulega eitthvað sem við ætlumst til þess að strákunum okkar að þeir geri nákvæmlega það sama núna í þessum leik, hérna á móti þeim. Já, ég meina það er bara svona grunnatriði að menn sé að leggja sig fram og hafa gaman að hlutunum og það ætlum við að gera hérna á föstudaginn á móti. Það eru breytingar á hópnum okkar. Jalen er farin heim og George kom í staðinn. Hvernig er svona fyrstu kynni af þeim dreng? Lýst þér vel á hann? Hann var náttúrulega bara að lenda í fyrradag og er bara svona að komast inn í hlutina. Vantar kannski svona aðeins upp á formið eins og en hann á örugglega eftir að vinna á þetta sem líður. Þetta er þokkalega massa gæði, þannig að hann lítur þannig að sé vel út. Já, duglegur og viðkunnalegur og fellur bara ágætlega inn í hópinn, bara nú þegar og hann gefur ykkur svona aðeins aðra víddir, svona meiri fjölhæfni varnarlega og sóknarlega og á að vera bara góður leikmaður, var frábær í college og spilaði sama skóla á Brent og Birmingham sem að flesti þekkja og var með flotta tölu þar og liðið var að vinna deildina sína, þannig að það var eitthvað sem ég var að horfa í að fá eitthvað svona sem að vanur að vinna og tilbúin að leggja á sig það sem þarf til þess að liðinu gangi vel. Og það er náttúrulega kannski líka líkina sem að við kvörtum svolítið undan eins og með Jalen, hann var ekki sterkur varnarlega en það er gott að fá Josin ef hann er sterkur varnarmaður. Já, þegar hann verður kominn í góðan takt og gott form hérna þá er ég ekki vaðum að hann eftir að nýtast okkur vel varnarlega. Við náttúrulega verðum að hvetja fólk til að fjölmenna núna, koma fleiri heldur í síðast, það var vel mætt síðast en við viljum fá enn fleiri. Já, ég er nokkuð vissum að fólk mæti á leikinn. Við erum búin að spila hérna 3 heimaleiki og 2 framlengdir og búið að bjóða upp á alls konar fjör hérna, þannig að vonandi náum við endurtaka frá því hérna í Haukaleiknum að vinna hérna í hörkuleik. Og það er náttúrulega, ef að fólk bara rifja það upp, ég ætla að sýna myndband með körfum úr þeim leik, þannig að ef að fólk rifja það upp að þá sér að þetta er alveg fjandi gaman þegar við vinnum leiki og við ætlum að gera það á föstudaginn. Já, við erum náttúrulega að spila hérna á móti liðið sem að spáði topp 4 og er alveg hörkulið og strákur sem eru búin að vera lengi saman og hafa það svolítið á okkur að þeir þekkja vel okkur annan og svona. Við erum að gangi í gegnum svona smá breytingar núna, akkurat í augnablikinu en ég er nokkuð vissum að við hefum fína möguleika hérna á föstudaginn. Og það er náttúrulega, já, eins og þú segir, þeir eru náttúrulega verið spáð topp 4 en við vorum að leggja liðum daginn sem var bara silfurlið frá í fyrra, þannig að það er allt hægt. Það er allt hægt, þetta er bara, þú veist, hvernig menn mæta til leiks og dagsformið og menn þurfa að hitta á góðan dag og bara leggja sér virkilega fram, selja sér dýrt og þá uppsker maður. Það þýðir ekkert eitthvað að skoða einhverja pappíra og eitthvað svona, þetta er bara hvernig menn spila þann daginn. Benni, það er handboltaæfingar hérna fyrir aftan, við erum í stór hættu. Já, það munar nú ekki miklu
Ég hef nú skallað þennan ef hann hef komið tími hérna aðeins nær en hérna... Þetta var léleg sendi. Já, ég náði ekki alveg að hoppa upp í þennan og skalla hann í fyrirgjöf. Þannig að Benni, við hvetjum fólk til að fjölmenna í höllina og njóta þess alvöru fjölskylduskemmtun einstakir körfuboltaleikur. Já, ekki spurning, byrja á góðum hammara hérna og ná sér síðan í góð sæti og við ætlum að leggja okkur hérna fram hérna á föstudaginn og reyna að ná í sigur. Benni, gangi ykkur vel. Takk fyrir það.